Jú, hann sjálfskiptur, lúxusbíll, leðurklæddur og ABS og spóluvörn. Það eitthvað svo skrítið lykt í honum? Já, það búið að prumpa í hann. En sjáðu hérna ég með jeppa. Þú ert nú meira svona jeppamaður, eða ekki? Já. Sest upp í þennan hérna. Þetta náttúrulega mikið stærri og meiri bíll. Hann sjálfskiptur líka. Það sama lyktin í þessu líka? Já, það búið að prumpa í hann. Það búið að prumpa í alla bílana hérna. Nú, og hver gerir það? Nú, Bjössi. Ég einn af mörgum Íslendingum sem haldinn masókisma eða hvalalosta. Það fer nú ekki mikið fyrir okkur í þjóðfélaginu, enda ekki eðli masókista að njóta þess að vera í sviðsljósinu. Við erum meira svona undirtillur. Ég lifi mjög fullnægjandi og skemmtilegu lífi. Ég byrja daginn á brennandi heitu kaffi, nýt þess að neita sjálfum mér morgunverð. Ég mjög ánægður í starfi. Ég stöðumælavörður og tek við kvörtunum og ónotum allan daginn. Stundum ég svo heppinn að það ráðist á mig. Það sparkað í mann og hrækt á mann og ég vil kasta í mann flöskum. Einu sinni var ég svo heppinn að hafa keyrt á mig. Já. Ég finn fyrir raunverulegu hatri í minn garð sem mjög fullnægjandi fyrir mig. Á kvöldinu og helgar vinn ég á elliheimili við að skeina og þrífa hráka og svona það sem tilfellur. Það kjörið starf fyrir mig. Ég fæ ekki eins og borga fyrir þetta. Þetta fullkomin sjálfspíning. Dagurinn endar yfirleitt á því að ég horfi inn í svefnherbergisglugga minn á konuna mína, halda frá hjá mér. Hún alveg frábær, sýnir mér enga miskunn. Hún þekkir mínar þarfir. Hvað er að gera? Guðu, ég held að kallinn hérna á móti sé að glápa hérna inn. Hérna, gerðu eitthvað. Farðu úr ofan. Það? Hann að kíkja? Nei. Farðu úr brjóstahaldaranum. Já, nú hann byrjaður að horfa, maður. Bara, ekki hætta. Farðu úr buxunum líka. Buxun? Já, drífðu þig bara úr öllu. Hérna, snúðu þér við. Og dillaðu svona rassinum framan í hann. Bara. Og beygðu þig svona fram eins og það missi eitthvað. Ég misti þetta. Bara djöfulsins ógeð, maður. Þetta sick. Þetta sick, Heimir. Já, ég held við höfum náð til markhópsins eins og við lögðum upp með þetta. En það spurning hvort við séum ekki að, takmarka okkur á mikið við Stór-Reykjavíkursvæðið. Nei, ég ekki viss það. Ekki með okkar dreifingargetu. Hvað heldur þú, Sæmi? Þú nú svo helvíti naskuður. Sæmi, ertu heyrnarlaus? Ég kemst bara ekki á fundin. Hvað að tala? Hvað málið? Ég veit ekki eitthvað Sæma. Sæma? Hvað meinar þú? Nei, ég heyrði bara einhver sagði að hann var orðinn heyrnarlaus. Blessaður. Heyrðu, ég var að heyra þetta meðan máðinn. Nú, hvað?
Það er bara að hann væri orðinn heyrnarlaus. Trúið þið ekki. Elsa? Já. Elsa? Elsa. Hvað er það? Af hverju segirðu mér ekkert? Hvað? Sæmi er bara orðinn heyrnarlaus og þú segir mér ekki neitt. Hann Sæmundur, maðurinn þinn, hann er búinn að missa heyrnina. Það er alltala út allan bæ. Og þú segir mér ekki neitt. Segir ekki bróðir þínum frá þessu. Hvað? Hérst ég myndi ekki skrifa upp á fyrir ykkur ef ég vissi þetta? Minn góður, ég get ekki meira, ég get ekki búið með heyrnarlausu manni og allt annað. Pabbi nýdáinn og Sæmurinn heyrnarlaus. Ég er bara búin að missa öll tengsl við þá sem ég elska. Elsa! Ekki yfirgefa mig! Sæmi, heyrur ekki? Jú, fyrir ekki, datt bara út. Hvað voru að tala? Hæ, Hæ. það er bara allt rólegt. Já. Sástu þennan sem var komið í dag? Já. Annar Napóleon. Já. Segðu mér, hefur þú heyrt ykkur kvartanir? Hvað áttu við? Eru menn eitthvað óánægðir með mig? Nei, það held ég ekki. Nei, hélt ekki. En þessi nýja alveg fáránlegur. Nú? Við skulum skrifa Napóleon. Já. Með jóði, alveg glataður. Bárður Heimisson er síðasti geldingurinn sem vitaður á Íslandi. Hann vinnur sem matreiðslumaður á Hótel Sögum og hann var fús til að svala forvitni okkar hvernig lífið hans var í háttað. Jú, þetta er bara svona. Maður mætir í vinnuna og reynir að standa sig vel. Ég líka mjög vel hérna, það er mikið að gera og svona. Svo horfi ég yfirleitt á sjónvarpið á kvöldin og ég er ekkert öðruvísi en annað fólk neitt. Já, og Bárður er fyrirmyndarstarfsmaður. Hann er alltaf léttur og hress og snirtilegur og ekkert svona latur eins og oft er með gelda ketti. Já, hann er ágætu greið. Það segir Bárður, þetta geta að reyna við kettingar. Nei. Hvernig líst þér á þessa, Bárður? Sem flott. Jú, þetta er falleg kona. Skildi hann ekki vera kalt, greiðinu? Já, þeir eru nú stundum að stríða mér, strákarnir. Maður hefur náttúrulega aldrei verið við hvern mann kenndur. Það bara fylgir þessu. Það er rosalega gott að vinna með hann á Bárði. Hann er algjört ljúfmenni. Svo er hann heldur ekki með neina svona plebbastæla, þú veist. Klíp í rassin á manni, í brjóstin á manni og svona, þú veist, svona kallrembu svín. Við kveðjum Bárð Heimisson, síðasta geldingin á Íslandi. Hann er sæll og glaður og segist aldrei hafa látið geldinguna aftra sig frá því að lifa eðlilegu og hamingjusömu lífi. Jæja. Já, hvernig er hann framreittur þessi steinbítur? Hann er borinn fram með soðnum kartöflum og fersku grænmeti sem búið að prumpa á. Síðan er steinbíturinn gufusoðinn og búið að prumpa á hann. Búið að prumpa á hann? Já. En hvernig eru nautalundinir? Þetta eru argentíska nautalundi sem búið að prumpa á. Hefur ekki hægt að fá eitthvað sem er ekki búið að prumpa á? Nei, því miður það er búið að prumpa á allt hérna. Og hver prumpar á allt? Nú það er hann Bjössi. Góðan daginn. Góðan daginn. Vinnur þú hérna? Já.
Kannast þá væntanlega við þennan Napoleon sem ég sá þegar ég kom inn í gær? Já, já. Segðu mér, trúir þú því að hann sé Napoleon í alvörunni? Nei, nei. Nei, ég hélt ekki. Ég veit ekki hvern hann heldur hann sé að flekkja. Hæ, hérna inni eru hjónin Guðrún og Elías. Elías beitti Guðrúnu ofbeldi, miklu ofbeldi í langan tíma, þannig að oft þurfti að kalla á sjúkrabíl eftir áverkana sem að Elías beitti Guðrúnu. En nú hefur orðið breyting á, svo sannarlega til batnaðar. Elías hefur ekki beitt Guðrúnu ofbeldi í langan tíma, marga mánuði. Af hverju? Við skulum athuga málið. Hæ. Nei. Hvað gerðist, krakkar? Já, ætli ég hafi ekki áttað mig á því að þetta gengi ekki lengur. Það var farið að hafa mjög slæm áhrif á hjónabandið og okkur var farið að líða báðum mjög illa yfir þessu. Já, það sem mér fannst kannski leiðilegast voru allar þessar lygar sem ég þurfti að bera fyrir mig. Þú veist, fólk kannski að spyrja, þú veist, hvað hefði komið fyrir og þá laug ég að ég hefði labbað á skáp eða dottið niður stiga eða orðið fyrir bíl eða eitthvað, skilurðu, og þú veist, fólk var bara hægt að trúa þessu. Þú veist, það trúði ekki að ég geti verið svona rosalegur hrakfallabálk. En hvað var það til þess að þú hættir? Sko, ég fór að hugsa, af hverju er ég að berja hana? Og það er ekki bara það að ég fá eitthvað út úr því að berja hana. Heldur það líka vegna þess að ég er óánægður með eitthvað sem hún er að gera. Já, eða eitthvað sem hún er ekki að gera. Já, þú veist, eins og eitthvað með matinn eða þú veist, ég hef ekki verið nógu nærgættur við hann þegar hann kemur heim úr vinnunni eða hvernig ég raða hlutunum í stofunni eða kannski raða þeim ekki, kannski stress. Þetta, sko, hún hefur ekkert breyst með þetta neitt. Og það er til dæmis, sko, óþolandi hvernig hún hengir upp handklæðin eða lokar ekki í skápurðum á eftir sér. Svona krónísku nöldraði og allt þetta. Já, það er rétt. Þannig ég fór að hugsa, hvernig get ég komið þessu til skila til hennar án þess að berja hana? Og ég komst að niðurstöðu. Það er ekkert nauðsynlegt að nota líkamlegt ofbeldi. Það er líka hægt að nota andlegt ofbeldi. Og hvernig lýsir það sér? Nú til dæmis þegar ég var að lemja hana hérna í gamla daga, þá barði ég hana oft með klossónum mínum. En núna er nóg fyrir mig bara að fara í klossana, stappa niður og segja kannski helvítis feita tíkin. Þá veit hún hvað klukkan slær. Já, þetta er allt annað líf. Hamarinn í geymslunni, nú er nóg fyrir mig bara að benda í átt að geymslunni. Þá hlýður hún, einfalt mál, allir ánægðir. Er það ekki eskan? En finnst þér þetta ekkert erfitt, Guðrún? Nei, veistu að mér finnst ég bara þurfa á þessu að halda. Þetta er svona spark í rassinn fyrir mig, svona andlegt spark. Og líka bara, nú lifi ég ekki lengur í lygi. Magnús Åge Karlsson greindist með heilaæxli fyrir nokkrum árum síðan og læknar höfðu sagt honum að það væri ólæknandi og honum var vart hugað líf. En með framþróun í heilaskurðlækningum hefur Magnús nú eignast von. Eiríkur Kópsson, heilaskurðlæknir, hefur fallist á að gera heilaaðgerð á Magnúsi í þeim tilgangi að bjarga lífi hans. Svona aðgerð hefur aldrei hefnast áður. Þetta er svo mikið nákvæmnisvinna að ekki þarf að skeika nema broti úr millimeter ef ekki á illa að fara. En með hjálp nútíma laserskurðtækni þá eru líkurnar svona 60% að aðgerðin hefnist. Það er búið að svæfa Magnús og aðgerðin er að hefjast. Mikill undirbúningur hefur legið að baki henni og nú má ekkert bregðast ef ekki á illa að fara. Kokkertöng. Kokkertöng. Á meðan á aðgerðinni stendur bíður eiginkonan þolinmóð. Já, þetta er náttúrulega bara bið. Ég vona auðvitað það besta og bið í hljóði. Jæja, þá er það búið. Aðgerðin gekk mjög vel. Guð þessi lof.
Já, aðgerðin hefur heppnast vonum framar og nú er komið að Magnúsi að láta sér batna. Já, við þurftum að fjarlægja heilan algjörlega. En aðgerðin heppnaðist að öðru leyti mjög vel. Þetta er í fyrsta skipti sem að heili hefur verið fjarlægður algjörlega úr lifandi manni. Fyrir tímamót. Skál. Það er liðin vika frá aðgerðinni og Magnúsi heilsast vel eftir heilabrotnámið. Stórvirki í heilaskurlækningum er orðið að veruleika og það er doktor Eiríki að þakka. Já, ég er mjög stoltur af þessu verkefni mínu. Og ég veit að Hannesa á eftir að vegna vel í framtíðinni. Ég get bara ekki beðið eftir að framkvæma næstu aðgerð. Heyrðu? Ég var að hugsa hennar nýja þarna, sem heldur hann sé Napoleon. Já. Veistu nokkuð hvað hann heitir í raun og veru? Já. Það heitir Gísli. Hann heitir Gísli. Hann heitir það bara Gísli, segiru? Þakka þér fyrir upplýsingarnar. Myndirðu vilja vera svo góður og kveikja á lampanum, Magnús minn? Hvað erum við búin að búa lengi hérna, Elsa mín? Það er að verða 20 ár. 20 ár, já. Og ekki man ég eftir því að það við nokkur tíman kvikna á þessum lampa. Nú, vantar ekki bara peru? Ó, nei. Það vantar öngva peru. Ástæða þess að það er ekki hægt að kveikja á honum er svo að það er engin innstunga til að setja hann í sambandi. Og þetta er nú ekki allt. Sjáðu til dæmis þessar bækur hérna. Sjáðu, það er ekki hægt að lesa neitt í þessu. Þetta er bara einangrunar plast. Hvaða? Við lesum nú ekki svo mikið. Og ekki getur maður hort á sjónvarpið. Já, við erum nú ekkert látið reyna á það. Þarf ekkert að reyna á það neitt. Það er ekkert hægt að horfa á þetta. Þetta er ekki sjónvarpstæki. Þetta er bara svona plast. Og ekki getur maður hlustað á músík. Það er líka svona plast eitthvað. Við þurfum nú ekkert að vera að glápa á sjónvarpi neitt. Við getum bara nota tíman í að fara út að labba. Já, út að labba. Já, komdu þá, kona. Förum út að labba. Jæja. Og þú ert að undra þig á því að það skuli aldrei vera hringt í okkur. Já, það er ekki furða. Það er engin snúra í símanum. Komdu, kona. Á ég ekki að fara í kápu? Nei, þú þarft ekki að fara í neina kápu. Komdu. Sko. Nú erum við komin út. En samt erum við ennþá inni. Og sjáðu hérna gluggann hjá okkur. Sjáðu hérna, ég ætla að sýna þér rúðuna hérna. Sjáðu. Það er engin rúða í glugganum, þetta er bara plast. Já. Þetta á sér einhverjar eðlilegar skýringar. Já, þú heldur það, já. Já. Komdu hérna, vinnan. Sko, nú erum við komin aftur inn í stofu án þess að hafa nokkuð tíma farið út. Og hér er bara fullt af fólki. Einhver maður hér með míkrófón. Hver ert þú, góði minn? Er þetta ekki einkaheimili? Svona vertu rólegur, vinur, sestu niður. Þetta hlýtur allt að eiga sér eðlilegar skýringar. Það elti mig.
Velkomin í tísku. Þeir sem hafa lagt liðsina bæinn á undanförnu hafa aflaust tekið eftir óvenjumörgum hjúkrunarkonum á ferli. Það ekkert skrítið að því að hjúkrunartískan það nýjast í dag. Þeir sem hafa aðhyllst þessa tísku svo sannarlega að breiða úr sér. Því að nú þykir enginn maður með mönnum nema að hann klæði sig svo hjúkrunarkona og hlusti á viðeigandi tónlist. Já, þetta byrjaði út í LA fyrir svona 2 árum síðan. Þá byrjaði þetta fyrst svona sem underground-klúbbar í mötuneytunum í stóru spítulunum. Og þá var svona ekki fyrir að tónlistin fór að heyrast sko sem þetta fór að breiðast út. Og hljómsveitir eins og Healer og Nurses og svona snillingar eins og Nightingale og Patient Clover. Let me heal you, I'm a nurse. You are my patient, I'm your nurse. You are sick tonight, give me no fight, I'm gonna nurse you, I'm a nurse. En hvenær kom þetta til Íslands? Það svona hálft ár síðan að maður fór að sjá svona hjúkkur á klúbbum og skemmtistöðum. I'm a nurse, I'm a nurse. I'm a nurse. I'm a nurse. I'm a nurse. Og hvað þarf maður að hafa til að vera hjúkka? Náttúrulega fyrst og fremst hjúkkubúning. Og það eru svona, held ég svona flestar aðal tískuverslanirnar í Reykjavík eru byrjaðar að selja hjúkkubúninga. Og svo líka sprautur og rauðakrossmerki og blóðþrýstingsmæla. Þetta náttúrulega bara lífstíl, veist. Ég sé fram á að vera hjúkka forever. Þetta ég. Hæ. Hæ. Hörðu, þessi Napoleon hana, hann eitthvað klikkað. Nú? Hann kom til mín í hádeginu og kallaði mig Gísla. Hvernig það? Veit hann ekki hvað ég heiti? Það fá þennan. Já, það eru 1700. Gerðu svo vel hérna. Og gerðu svo vel. Takk. Ekki missa af næsta þætti af Fóstbræðrum. Hei Bjarni, Já. þú verður ekki glímukongur í sumar okkar fitnessmark. Þegju! Bara takk ekki hælkokk. Allt í kjaft í strákar. Hæ. Hæ. Takk fyrir síðast. Sömuleiðis. Hvernig ertu í mjöðminn eftir þessu ógeðslegu byltu þarna á mótinu? Svona, ég ennþá að glíma við þetta.